velkomin í beina útsendingu frá Skautavellinum á Akureyri. Senn fer að hefjast 5. leikur, 8. leikur, hreinn úrslitaleikur Íslandsmeistaratitil karla í herrdeildinni. Skautafélag Akureyrar, Skautafélag Reykjavíkur. Ég heiti Kristján Sturluson og með mér í útsendingunni hér í dag er Hilmar Leifsson. Góða kvöldið! Jæja Hilmar, hvernig líst þér á þetta í dag? Við erum náttúrulega að tala um það að þetta er annað árið í röð sem við fáum 8. leik sem er náttúrulega ekki búið að gerast bara ég manna ekki, síðan 10 eða 12 ár. Já, það var einmitt í fyrra, það var í fyrsta skipti í 10 ár sem við fengum 8. leik. Þannig að vonandi er bara að skapast ný hefð að við fáum bara næstu 10 ár bara 8 leik í úrslitum. Það sýnir náttúrulega líka bara hvað þessi lið eru jöfn. Að við séum að fá 2 ár í röð 8 leik á sömu liðunum. Bara glæsilegt, þetta er frábær auglýsing fyrir Íslands íshokkí. Heldur betur. Og það er spurning hvort að sagan muni endurtaka sig, hvort að SR hampi titlinum hér eins og í fyrra eða að SA endurskrifi söguna. SA takir bikarinn heim. Virkilega gaman líka að sjá að höllin er smekkfull. Smekkfull höllin. Það er stappað af fólki og Kári Vallafullur, hann myndi með Óttar Proppe á handtónleikum fyrir nokkrum árum síðan þegar hann var að biðja fólk um að vera með minni aðgang að sviðinu. Hann sagði að það væri nóg pláss en bara lítið allt í. Það er sömu sögu að segja hér í dag. Gjörsamlega stappað. Sjáum að dómararnir eru tilbúnir en dómarakvöldsinn eru Óli og Sindri Gunnarssonir og línudómarar eru Sæmi og Dúi. Og þá er bara Óli búinn að flauta, við byrjum þetta. Við segjum bara góða skemmtun. Jóhann Sölva, Sölvi tekur það.
vinnur hann yfir á Felix. Filip. Það er næra. Takka þess þarna í Sölva síns með þér. Æsing. Erum að stúkan strax farin að taka við sér. Heldur betur. Heyrist vel í stúkunni. Allir vel gíraðir. Sjáum líka í liði S að Þorgils kominn aftur, Toggi. En það vantar Matta hjá SA. Hann viðbeinsbrotnaði í síðasta leik. Pétur kemur inn fyrir hann. Annars eru liðin. Og svo kemur held ég Ágúst Máni inn fyrir Bergþór Bjarma bróður sinn. Jói hérna að reyna að þræða sig í gegn. Haffi með hann. Kemur hann út á Arnar og Arnar með skot. Jóhann ver vel. Já, sömu markmenn hafa verið alltaf úrslitakeppnina. Jóhann Björgvin í marki SR og Jakob í marki SA. Engin breyting þar á. Unnar á móti Kára. Unnar vinnur það upp á Arnar, Arnar kemur núna niður. Róbert fyrstur í þann pögg. Barður niður í hóttinu. Pöggum endar hjá Atla sem nær skotinu. Það er frákast. Barður þarna. Róbert missar hann aðeins frá sér en pöggum endar upp í Arnari. Langar í skotið og hitir ekki. Setur hann í svæðið. Balta. Toggi, harðri barðanir, Róbert missir á Unnar. Pöggum leiðir fyrir frammarkið. Hausbökkur. Atli næst á skoti Unnar næst á skoti maðan á Jakobi, nei á Jóhanni fyrirgefi. Ver það á frystibökkinn. Bæði lið fara þá í skiptingu. Heiðar á móti Heiðari. Réttur mínúta búinn og þetta byrjar með stæl. Heiðar vinnur upp á Ingvar langar skot þegar sá ekki klufu. Unni nær honum, kemur honum á Halldór. Halldór í barningi. Markus. Hann róar þetta niður. Birkir sækir á honum. Pressað með Birki og Unna. Unni vinnur hann hér. Það er Heiðar sem tekur eitthvað skrítið skot. Endar hjá Dóra sem kemur hann bara niður. Heiðar þar fyrstur í pökkinn. Það er enga til aðstöðu sig þá. Markus núna verið SR. Sleppir að taka pökkinn, hann fyrir bara tæklinguna. SR nær ekki að koma pökkinn út úr svæðinu, búinn að löngsókn og SR núna. Andri Mig, setur hann yfir að Haffa. Haffi fyrir skotið. Sjáu hvað þetta er flott þarna, það var 2 SR-líkar tilbúinir að blokka. Á að gefa allt í þetta. Hvernig alltaf yfir í Æsing. Haffi rétt hótaði skotinu og Pétur og Jonathan voru bara strax komnir niður. Bökkurinn átti ekki að rata markið. Heldur betur öflur í vörninu að fórna sér. Jói á móti Heiðari. Og vinnur hann upp á Gunna. Gunni fer í skotið. Og alltaf fram hjá hana. Þessar menn á að spila eins með hann í skottsvensinu. Gunni tekur viðstöðulaust og nær. Haffi nær hérna frákastinn einhvern veginn. Hittir þó ekki markið í því. Gunni tekur aftur skot fram hjá. Orri fyrstur í pökkinn, nær að halda þessu inni. Kemur hann yfir á Jóa. Jói reynir að finna lúmska sendingar yfir Orra sem hittir ekki. En þá fer beint yfir Gulla sem fer bara yfir og kemur pekkinu Júts og sitt líkindi fara að skipta. Spila pekkinu bara. SR gerir vel að halda honum inni í svæðinu. Missa hann. Orri kemur honum út. Róbert til þessa. Flott
Kvörtur Felix þarna. Æþór komin fyrir markið, það var engin rauður þar. Þarna var Arnar með fína tilraun. Tekur blinda sendingu beintur á Filip. Filip fer fram hjá Arnari. Unnar nær þá aðeins að berja í kilfunni á Pítur, hann nær ekki góðu skoti. Náði ekki kraft í skotið þarna. En þið megi... Frábært mark! Kári að koma SR yfir. Kári bara með þrumu frá bláu. Mér sýnist Pítur standa þetta fyrir markinu, þannig að Jakob sér ekki neitt, en þvílíkt skot. Þvílíkt skot hjá Kára til að koma leiknum SR-ingum yfir. Gerði virkilega vel hann að sjá þetta replay, hérna hittir Pítur ekki markið. Kári færa bara hana, Peri sjálfur á miðjuna, tekur bara skot. Frábært mark. Vá! Ég myndi með það að Jakob var ekki sé mikið þegar að Pítur er nú ekki lítill maður stendur þarna fyrir. En virkilega vel gert hjá Kára að koma SR-ingum yfir. SA þannig sé búið að vera sókn allan leikinn. Eða allar þessar 5 mínútur sem eru búnar. En það telur ekki. Akkurat, það eru mörkin sem telja. Og SR leiðir 1-0. Litla mark. Næsta lína hjá SR að koma inn á. SR-ingarnir fengi ekki að skipta þessum á ræsing. Kári er búinn að vera sjóðhittur í þessari seríu fyrir SR. Jói á móti Kára. Við tekum hann skot. Við erum í leiknum þarna. Haffa. Reynir að finna andra, þannig er ekki. Höfur endur í Óla. Það er að hoppa þarna fram hjá þeim. Kemur hann á Styrmi. Styrmi reyndi að finna Óla þarna aftur, tókst ekki. Ólafur gerir vel, nær pökkum hann af Jóa. Ég held að hann ætlaði skot þessu Kári. Dugnar þarna í bóndanum, lét hann ekki í friði. Nær þar alveg erfiðu skoti. Heiðar á móti Unnari. Það endur þessa, Unnar á stað, Róbert vill fá hann og færa hann. Þetta er líka bara hörkuflottur sem hérna er í stingursnúringi og hittir ekki. Hann er þó ekki hættur, hann heldur áfram. Filip kemur á niður á Felix. Það er eitthvað góðri sendingur og getur þarna. Þannig enda báðu við hinum einn og Alli leitar yfir á vinstri. Finnur Arnar. Þannig er það sendingur á Balta, Filip klár. Reyna að senda hann allavega yfir, hittir á Elsík á. Það var Ísvaki maður ásins vel að verði. Jói á móti Sölva. Jafntefli hjá hann þarna. Axel sendir langa draumasendingu yfir, en það sem fór ekki alltaf yfir, þá er ekki æsing, ekki spil. Þarna lentu SM-menn í smá erfiðleikum. En SR nær ekki að gera sér mat á þessu. Jói er að orða niður, Finnur orða hinum meginn. Það får strax pressu frá Sölva. Gurni. Heyri með hennu. Lætur að sendingu. Já, þeirra. Hér er reflection, þannig að það er ekki æsing. Birkir fljótur að vinna núna Hauki.
Einn Birkir sem bara gleymir hún á það. Fann ekki Samherja. Birkir þakkar fyrir það. Þetta er Dóra. Dóri kemur hún djúpt. Það er enginn nema Bjarki. Mýður Rámstad, já. Ævar var að stela sér 1 metra þarna. Unni lætur hann alveg heyra því. Haukur og Unni eitthvað að fara yfir málin. Unnar á móti Kára. Kári tekur það. Hendar þá hjá SA-mönnum. Alti, skaut vel góður til Óla þarna. Arnar kemur hann svo bara djúpt. Flott pressa hjá Auðum. Á að stela bekkinu bara af Kláu. Balti, Jónað hann í miklu hýtingum hana. Getur Róberti, snýr menn af sér. Finnur Unnar sem kemur honum á Balta. Virkilega vel varið á Jóhanni eftir frábært spil hjá SA. Balti fekk að vera þarna einn í slotinu, nær skotinu en Jóhann. Stór markmaður, verið það. Vel að verið þarna hann Jóhann. Þetta komin í sendirinn þessa Pétur með Pétur hennan Filip Finnur Gulla þetta sér inni bara speiklunum inn yfir Andra Andri yfir Andra Pétur Sjá Pétur Felix stoppa Pétur hana SA-menn haldur hann inni Engir Rámstad Já Andri Mig dansar hann eitthvað með hann finnur næst í Andra Sverris Reynir að finna nafna sinn Jói Rámstad klessir hann á Ólan dómara Jóhann var búinn að frista pökkinn hann smá barningur fyrir hann marki en það er bara gaman að því Jóhann er svo köttur hann í markinu stökk og fristi pökkinn Orri tekur bara skot, það er framhjá. Spila segir Sindri. Jóhann. Haffa. Þarna földist við fyrir hver öðrum liðsfélagarnir. Við tekur bara skotið. Pökkur að lausa Jóhann með hann. Nei. Komum svolítið langt frá markinu. Þessi er inni, Arnar með markið. Arnar að skora! Og lag bara inn Pökkurinn. Þarna gerður örugglega Jói vel með að vera fyrir framann nafna sinn í markinu sem væntanlega sá þetta ekki. Sjáum þetta hérna í endursýningunni. Endursýninguna þessu. Finnur Haffan. Pökkurinn endar hérna hjá Arnari. Tekur skot og fer bara ekki klofið á Jóhanni. Þessi er bara lakinn. Staðan 1-1. 1-1. Þurfi ekki alltaf að vera falleg. Hárrétt. Telli jafn mikið. Stúkan að taka heldur betur við sér eftir þetta mark.
heimamanna. Endar hjá Atla. Það missir pökinn þetta aðeins, en Atli fljótur að koma og hjálpa vinnu sinum. Koma hann út úr svæðinu og SA hendir í skiptingu. Finnur Heiðar hérna. Haldur hann fyrir til í þennan pakk. Heiðar að reyna að finna Pétur. Ekki miðjumóðs núna. Gullir. Gullir Óma. Gulli kemur hann djúpt. Ómar setti góða pressu þarna á Halldór. Finnur ekki að taka þessu á blökkunni fyrir alltaf yfir. Filip. Með Felix yfir á Filip. Það er góða pressu þetta frá Ágústi. Vinna þó vel við þessu SR-ingarnir. Róið aðeins niður núna. Ævar. Péturnar honum niður hérna. Ævar að koma með hann aftur. Finnur Gabriel. Hvað gerir hann? Skotið. Hörku skot! Það var óöppin þarna með reboundið hann Gabriel. Jakob virtist ekki eins og ég vita hvað klökkurinn var. Pétur kemur á djúpt. Andri pressar á Bjarka. Flott vörn hann á Sölva. Kemur hann yfir á Haug. Sem neglur hann bara alltaf yfir. Kemur hann út úr svæðinu. Það er æsing. Hverju efnilegur hann Haukur en kannski smá stress hana. Það fórum alltaf yfir. SA vinnur uppkastið. Orri hendir í skot. Það er framhjá. Axel reyndi hérna að finna samherja. Gekk ekki. Orri kemur hann á Jóa. Flott sett. Það gerir Gunni. Frábær vörn hjá Axel. Kemur hann bara djúpt. Það er Bjarki fyrstur. Það er yfir á Markus. Markus reyndi þetta draumasetningu á Sölva sem hefnaðist ekki. En Orri ákveður bara að gefa Bjarkan hann aftur. Bjarki þræði sig hérna upp. Finnur ekki samherja. Minn tæpir að vera 6 á ís. Já, þetta var ansi Stoppaði Róbertan ekki þarna. Flott sending. Ólafur með skotið. Jakob Björvel. Aftur skot. Frákast. Hörku skot þarna hjá Óla úr lélegri stöðu þannig séð. Jakob bara sparkar hann beitir í slotti þess að Kári var tilbúinn og tók hann bara strax. Ljóð mútið Heiðari. Unni kemur hann út, Birkir á flegi ferðarna. En Filip gerir vel, stoppar það. Kemur hann út fyrir Yngvar. Góð aftur yfir Yngvar. Spila bara sín á milli hérna svona. Gott sending fyrir Dóri yfir Heiðar. Það reynir einhverja baksendingar upp í slottið. Þá komast SR-ingarnar á hraðanum. Styrmir reyndi að finna Óla þarna. Það er sending. Bæði lið hendi skiptingu. Dóri bara rólur. Runnar. Fann ekki Róbert þarna. Gulli. Fer á Arnar og yfir, þannig að uppkastið er í varnarsvæði SA.
viljið skipta. Fyrsta lína hjá báðum liðum komin inn á. Jói á móti Sölva í uppkastinu. Rétt rúmar 7 mínútur eftir af fyrstu lotu. Staðan 1-1. Herru, ég ætlaði að segja frábær tækling en Sindri er ekki sammála því. Nei, mér sýndist að vera bara hörku fín tækling af Petter. Já. Og hann er ekki sammála dómarunum um þetta. Ekki sammála dómarunum. En það breytir því ekki. Hann fer út af fyrsta powerplay. Ekki fyrsta powerplay leiksins. Heldur betur. Og ef að talning mín er rétt að hafa SA-menn verið öflugir í powerplay í þessari seríu með 8 mörk í powerplay. Fyrsta powerplay lína hjá SA. Tekur skotið á Jóhann með þetta allan tíman. Bjarki passa vel upp á Uni, komist hvergi nærri markinu. SA vinnur uppkastið. Niður, kemur sínum mönnum í spilið, Andri yfir Gunna. Tekur skotið, skýtur í Gunna. Andri finnur Gunna, Gunni yfir Jóa. Þeir láta hann aðeins ganga núna síns mér. Já, Jói, Andri. Andri reynir að finna Hafþat í slottinu en Sölvi vel tilbúinn. Þessar menn halda þó pekkinum. Gunni missir hann frá sér, nær að halda hann minni, vel gert Gunni. Axel var næstu í komin hérna. Já, og við sáum það alveg í síðasta leik, það má ekki hleypa Axel í eitthvað svona. Skoraði 2 mörk þar sem hann stal pekkinum af aftasta varnarmanni SA. Gunni með glórulausa sendingu, Andri með aðra eins. Þarna mátti ekki miklu muna, Axel var klár. Axel gerir vel eftir að pressa á Jóa. Axel gerir nóg, lyftir bara upp kýluna þess, frábæra vörð hjá Axel þarna. Enda þá hjá Róberti. Hann gerir þetta bara sjálfur. Tekur leitir að senda þarna yfir á Arnar. Róbert. Komur Arnar. Arnar fyrir skotið en vel aflaust. Sjá Bjarka þarna í vörninni. Það var hrikalega öflugur. SA-menn fljótir að fara aftur inn, þannig að SR-ingarnir ná ekki að fara í skiptingu. Bjarki er búinn að vera mjög lengi inn á núna. Hlýtur vel þreyttur. Uni með frítt skot og hittir ekki markið. Petter kominn aftur inn á. Lið SR fullskipað. Birkir stendur fram með styrmið þarna. Höfn endur á Kára sem kemur hann djúpt. Þarna er SR ósáttur við Sæma dómara, hann hefur á fljótur að styrmið hefði vissulega náð pekkinum, sýndist mér. Þar er leiðandi ætti ekki að vera icing. En hann er ekki að dæma icing, hann er að dæma rangstöðu. Sæmi með þetta allt á hreinu. Þeir vilja meina að þetta hafi verið viljandi rángstæða, þannig að pökkunum fer næri varnarsvæðið SR. Jói náma dómari.
pressu þarna, tekst ekki. Haffi yfir Andra. Tekið niður af Filip. Brendur Jóa. Finnur Haffa. Reynir að finna Andra í sloppinu, næði það ekki. Hvað brendur á Gulla, Gulli kemur hann út. Næstum að henda Pétur einum inn. Kemur hún djúpt. Til með hann. Flott pressa hjá Una. Þetta vel finna fyrir sér. Leysa þú þessu þesseringar. Kökkur hendur hjá Axel. Filip allar yfir. Nei, Pítur allar yfir og Filip fyrir ekki. Gutti. Þannig kemur hann út. Barningur hérna upp við ramman. Ennþá Barningur. Færast bara nokkra metra en Pökkun endur á Pítur sem finnur Axel. Rétt yfir. Pökkun endur á Markus og Bláa sem kemur hann bara djúpt. Pítur. Vá, frábær sending þarna. Glæsilega sendingu þarna. Heiðar Gauti stressaður, hendur þessu bara allar yfir. Það er frysting. Þessar menn voru bara lengi inn á en fá ekki að skipta. Þannig að Esseningar setja nýja línuna á. Rómið tekur þetta, vendir á Kára. Kári reynir skotið, fram í hana. Birkir reynir að koma hann út, nærði ekki. Endar þó. Tóki, verið Styrmir hérna. Kemur hann á Kára, Kári með skotið. Sittist Halldór hann á að vera þarna fyrir. Endur á Balta. 2-1. Balta tekur skot í stöngina! Stöngina! Flott skot hjá Balta. Róbert Pín ósáttur hann að hafa ekki fengið sendinguna en Bökkur endur á Bjarka. Hörðu hann finnur Óla. Óli getur skotið! Frábært skotmaður! Vel varið hjá Jakobi. Frábært skot hjá Óla en vel varið hjá Jakobi. Róbert ætlar að fara alla leið. Finnst það virkilega gaman að fara alla leið sjálfur. Skilur eftir Unnar. Unnar tekur snúningin. Dansar aðeins með hann, finnur Arnar. Arnar fer í skotið. Skýtur þú beint í Óla. Haffi. Flott. Varett þarna hjá Tokka. Ómar með hann. Finnur Óla. Óli hún þreytt fyrir löngskipting hjá honum. Já, skynsamur Óli. Ráar þetta niður. Sending hjá Ómari þarna og Jói kemst inn í þetta. Jói ætlar að dansa með hann sjálfur. Komst þó ekki nema fram hjá bara einum. Filip vel tilbúinn. Felix næstu búinn að ná hann þarna að vorra. Og Bökkurinn hoppar þarna yfir kilunni á Andra. Endar á Felix. Hún bara beint upp í loftið. Já, Haffi grípur hann, kemur hann djúpt. 30 sekundur eftir en Filip brunnar upp. Unnið næra, stuða hans í hann hana. Orri kemur hann út fyrir. Haukur tilbúinn, vill fara beint aftur inn, já. Kemur hann bara djúpt. Það er engin Esseringur, Gunni næra hann auðvitað. Fórtsik hjá Esseringum þarna, SMN hann verður að skjóta, hann gerir það. Sölvi kemur hann Pítur og þá flautar. Fyrstu loki. Haukur og Unni eitthvað að ræða þarna. Haukur ýta þessi Unni eftir flautið. Unni hlær bara á honum þarna. Ekki sáttur við þetta. En fyrsta lóta búinn, staðan 1-1 í hörku, spennandi leik. Við þökkum okkur korteispásu, heyrum ykkur þá.
Númer 4, páskabolti frá Sambó. Þriðju verðlaun eru 5.000 krónur gjafabréf á sterkinn. Önnur verðlaun fjölskyldutilboð fyrir 5 á Akinn. Og fyrsta sæti er gjafabréf í skóarböðin fyrir 2. Þið mikið að vinna eru fleiri verðlaun, þannig að endilega kaupa pakki, styrkja klúbbinn. Síðan er hamborgarar og franskar og drykkir til sölu á Hægræði og pilsur og sand og
50.000 gjafir á spretti, 4. sæti Páskabolti frá Stafnó, 5. sæti Páska Krónóma Sirius og 7. sæti gjafir fyrir skóp á skauta með skautalegu. Í öðru sæti fjölskyldutilboð fyrir 5 á Akil 142 Hallgrímur og fyrsta sæti gjafabréf í skólanum fyrir 2 pökkunúmer 43 Anna Sonja. Villingarnir eru afhentir þar sem að bekkjakastið fór fram og þökkum ykkur fyrir stuðninginn. En nú er það alveg að byrja, við skulum prófa að setja flottunar í gang, við skulum áfram beina, Jæja, velkomin aftur, áhorfendur. Förum við að byrja aðra lottuna. Sáum að Sindri dómari var eitthvað aðeins að ræða við fyrirliða, beggja liða. Spurning hvort hann hafa verið að fara við bekkjakastið sem var að klárast. Metnaðarfull, 6 vinningar í boði. Stúkan komin í gírinn. Sæmi dómari var sendið til að skoða hvort það verður eitthvað blautt þarna fyrir aftan markið á Jóhanni. Ekki gott að svellu á blautt, þá stoppar pökkunum bara. Óli búinn að gefa grænt ljós. Þarna byrjum við þetta. Jói á móti Sölva. Sölvi tekur það. Filip. Sendir
Boltinn bara beint hérna á Haffa. Haffi kemst inn í þetta. Pökkur endur á Jóa, 1-1. Jói dansar eitthvað að reyna að leita Haffa. Felix fyrir gerir virkilega vel að stoppa Jóa. Jói sendi Felix bara á, sendi laflösa sendingu þarna á Filip, þess að Jói komst bara á milli. SA menn auðvitað að nýta þetta aðeins betur held ég. Gunni kemur hún djúpt. Jói fyrir bak markið og stoppar hann. Felix. Finnur hún yfir Axel sem kemur hún djúpt og finnur Kára. 2-1. Kári nær sendingun yfir Alex. Það dómur. En Axel nær ekki að klára þetta. Og hver það? Heiðar Gauti að fara í bóksið. Fyrsta powerplay sem Eskirringarnir fá. Sölva. Sjá hvernig Eskirringarnir ná að nýta fyrsta powerplayið sitt. Þeir eru vinna uppkastið. Peter. Unni næra. Axel gerir vel á höldunum inn í svæðinu. Það er að gera virkilega vel á höldunum inni. Peter setur blindurinn að niður á Kára. Kári aftur yfir Peter, virkilega góð sending. Peter getur skot. Þarna mátti litlu muna. Flott varslag í Ökkurby. Axel, það finnir að finna Peter þarna. Axel, kemur honum í slottið. Sölvi þarna, hárspreitt fær hann á pökkin. Flott spil hjá SR hérna í powerplayinu. SA fyrir skiptinguna. Ná því. Axel. Filip, Peter, Filip. Axel. Þetta er það sem Eskirringarnir eru virkilega góður í. Þeir koma pekkinum einhvern veginn yfir á Peter. Hann býður bara og býður hann til að einhver er hann laus á fjarslenginni. Gunnar setti hérna pressa á Kára. Náði honum ekki. Kári með nægan tíma. Kári tekur á rás. Fer bara í skotið, skýtur bara beint í orra. Ökkurinn sveiflast ekstra til Gunna. Gunni nær. Við og við. Gunni fær líklegast handbæs á sig, þannig að uppkastið fyrir utan, segir Sindri. Óli á móti Jóa. Þú eitthvað að segja Gunnar hvernig hann á að standa hann í face-offinu. Rétt skal vera rétt. Óli tekur það. Pökkur endur á Heiðari. Kemur hann aftur yfir Óla. Þarna keyrir Orri bara á markið. Fáum þó líklegast uppkast inn í varnarsvæði SA. Og 6 sekundur eftir af dómnum hjá SA. Jói á móti Óla. Óli er virkilega öflugur í uppkastunum. Sýnaði mig hvernig það er að vera í uppkastunni þarna. Óli tekur þetta upp á styrmi. Hann finnur Togga. Toggi með frábært skot. Jakob Rás að virkilega verið þetta einhvern veginn upp í loftið. Það er Unni. Kappleikurinn við Togga. Toggi hafði betur. Þess að minn upp í skiptingu á hættulegum tíma. Nú komast Eskirringarnir þá. 3-2. Heiðar. Gerir vel. Kemst fram hjá Orra þarna. Pökkur leysir frá marki og Jakob nær bara að hoppa á hann. Það gerði Heiðar virkilega vel að góða sem að fram í Orra.
Náðu þó ekki nógu kröftugu skoti. Þarna voru SA-menn ekki að gera góða skiptingu. SR getur komist 3 á 2 þarna. En það er að hann í annari lotu þá er lengra fyrir bæði liða fyrir skiptingu. Það er erfiðar að skipta. En þá er það Sölvi á móti Jóa. Sölvi yfir það. Axel kemur hún yfir á Felix. Kemur hún djúpt. Orri með pökkinn. Pítur stelur bara. Pítur stalur bara á honum. Umar Axel. Þannig var Andri Mík næstur bara að finna Jóa. Orri baði kilvan ef hann hafða og fekk hana. Ég mun ekki þora að segja nei við Orra. Dæma æsing hérna, en ég gæti ekki séð betur en að Birkir hafi snert pökkinn. Já, mér sýndist það líka. Þetta SA-menn ekki þessi með þetta. Unnur eitthvað að ræða þetta úr þarna en uppkast þeirri varnarsvæði SA. Æsing dæmnaður þá. Orri er búinn að skila hafa kilvunni sinni. Jói á myndi Heiðari. Heiðar tekur það, beintum á Bjarka. Bjarki fer bara í skotið. Flott skot! Sá ekki betur en að það farið í magan og Orra og breyta þessu stefnu en Jakob var vel á verði. Markið hjá SA er laust. SA-menn eru kalla á það, þarna flautar Olli. Það nú er bara losnað núna tvisvar mjög stundum tíma þegar þeir eru ekki að bóra þetta aftur í sjáum til. Jú, horfvelin mætt. Telja markið að vera náttúrulega gott, þeir eru alltaf ekkert að bóra þetta niður. Íðar mot Óla. Íðar tekur það, Finnur Ingvar. Börn er á stað, þeir yfir Auðardöf frá niður. Styrmir kemur hún út, missar hann þá aðeins langt á frá sér en Ingvar er fljótur að hugsa á. Aftur Finnur Ingvar bara, Finnur hann rauð og dempar pekinu niður. Haukur. Óli. SR gerir vel, leysur sér pressu. Gott uppspil. Óli skautar bara sjálf með hann inn. Þetta lendur á Styrmi sem finnur mestið í Kára hana. Styrmir óöfinn hann finn ekki Kára. Óli. Hann ætlar bara sjálfur eða hvað? Nei, stoppar hann hana. Og aftur. Dóri. Dóri að spila hættulega leik hana. Sölvi gerir vel að setja pressu á Halldór. Markus langar í skotið og fer í skotið. Flott skot. Fór þannig gegnum þögu. Það vilja SR ekki að fá eitthvað þegar Róbert ætlar inn að hoppa fram í Jonathan. Einhver reyndar á Balta. Kemur hann út í svæðinu. Afti. Róar þetta aðeins nýðilega sínum að skipta. Nei, snýr bara strax við. Finnur Dóra sem kemur hann bara djúpt. Jóhann hugsaði málið um að spila honum en
þurfti að leifa andra að vera eitthvað þarna í kringum Jóhann. Passa upp á sinn mann. Það var Jói á móti Heiðari. Það er svona sem ég tekur það, en Andri fær þá pökkinn. Fann ekki samherja, senda blind þarna fyrir markið. Það fyrir alltaf yfir til Gunna. Gunni reynir draumasendingu á Andra, hann sem heppnast og Jói með hann 1 fyrir frá markið. Næs skotur, virkilega það á Jóhanni Björgvin. Frábær spilandi á SM-unum, en Jóhann á að klára þetta. Jóhann í markið SR, beið þetta bara sultuslakur. Jói dansar núna framhjá með einhverju 2 eða 3 þarna, tekinn niður. Það er dómur. Pétur getur lítið sagt yfir þessu, þar sem að killan hans Péturs var bara först á milli lappana á Jóhanna. Hann klappaði mér þess að bara Jóa hausinn og skautaði bara í boxið. Lítið hægt að segja við þessu. Það var annað powerplay SM-manna. Náði ekki að nýta á hann. Staðan ennþá 1-1. Tífjafnileikur, æsispennandi. Allt í játnum. Önnur powerplay Nessa inn á. Þar vinnur þetta. Arnar. Sennan spilur hún aðeins hérna sína milli núna. Atli langar í skotið, fyrir skotið. Það var heldur Pökkur bara leiðinni framhjá, hvort að Haukur hafi farið endaði killunni á Hauki og hann skaust yfir. Já, mér sýndist það. Aftur Unnar mútið Sölva. Þar tekur það. Þetta er Róbert, Snóbasli. Leysir vel úr þessu SM-menn. Atli. Gunnar finnur Arnar alveg hinum meginn en þó Sölvi náðu trippaði sendingu. Og Bessi á Hauk hérna núna. Og Sölvi, vel gert, S-ringar. SR að gera vel. Og heyrðu, Pökkurinn skýst til Axel hérna innan en þeir hoppa 2 S-menn á þetta. S-ringar virkir ósáttir að fá því og við ekki bara dóma það. Ég get vel skilið það. Sindri var þó mjög nálægt þessu og veifaði höndum strax, en aftur! Og Axel er í gegn! Hann er komin einn í gegn og skýtur bara beint í magann á Jakobi, skorar ekki þar. En þá eru S-reikarnir svolítið fúlir að ekki fengið dóman á hann. En SM-menn þurfa að passa þetta, þeir eru fyrir 2 svona mörk á sig í leikna fyrir sunnan á þriðjudaginn sem Axel náði að stela pekkirinn með einhvern veginn á aftast á varnarmanni. Náði þannig sér í tvígang núna. Komst bara ekki í gegn í fyrraskiptið. Þá vildi S-ringar fá dóm. En það má ekki gleyma því að SA er í powerplayi. S-ringarnir eru að taka mikilvægar sekundur úr þessu powerplayi með því bara að vera bara sjálfur í sókn. Þokkurinn endur þá núna hjá Jóa. Jói skautar líklegast með hann bara sjálfur alla leið upp. Eins og hann er vanur að gera. Gerir það, stoppar núna, reynir að stilla upp. Pökkur endur á Gunna. Gunni langar í skotið. Finnur Jóa, aftur á Gunna. Gunni í one-timer. One-timerinn fyrir alla leið út. 20 sekundur eftir að powerplayinu. Jói finnur Gunna. Komið að Gunna fara alla leið. Gunni finnur Unna fyrir skotið, framhjá. Filip neglir þarna í haffa. Styrti að Pétur kominn á. Það er haffa ágætlega þarna upp í ramman, Filip. Dóri. Liðinu þá, spila ég upp, 5-5, Róbert. Heitar að sendingu, finnur enga, þannig að hann gerir þetta bara sjálfur. Hvað enda þetta? Framhjá. Ingvar heldur honum inni, vinnur Unnar. Unnar skautar
Nutta bara með hann frá hægri til vinstri, tekur skotið, beint upp í hanskunni Jóhanni Björgvin, vel gert. Jóhann vel á verið þarna. Báðir markmenn búin að verja mjög vel með stuttum millibili. Fyrst Jóhann frá Jóa Leifs, svo Jakob frá Axel. Essa finnur uppkastið. Þar, skjóta með niður. Reynir að tróða honum þarna Birgir. Bjarki vel að verið þar. Haukur. Bjarki með frá aftan marka Esseringa. Leysir vel við þessu Bjarki. Finnur Gulla sem að kemur honum ekki út. Heiðar gerir vel að trufla Arnar. Hann er að leta pressunni. Skýtur þessu bara út í æsingu, þannig að Esseringarnir fá ekki... Jú, þeir segja að spila dómararnir. Líklegast að því Atli var bara að dóla á eftir honum. Haffi kemur honum djúpt. Haukur. Það setja pressu á Hauk. Virkilega flottur þessi Haukur, ungur, strákur. Bjarki gerir vel hérna. Skeiðar upp, setur fyrir og... Vá, þetta Hann nær sendingur á Sölva, Sölvi nær skotunni en það er kannski fullt nálægt Jakobi þar sem að hann hittir bara beint bubbin á honum. En virkilega vel gert hjá Esseringur manna. Sölvi múti Jóa. Axel fyrir skotið, Haffi var fyrir. Markus nær honum, kemur hann bara djúpt, þar sem Axel fær hann aftur. Setur hann aftur djúpt, þar er Sölvi tilbúinn. Orri í honum. Sölvi missir vel úr þessu. Peter. Kemur hann fyrir, laust pökkur. Endar hjá Orra. Orri kemur hann bara út fyrir. Engar áhættir teknar. Jonathan yfir á Markus. Jói kemst þarna á milli en Pökkur fyrir út af. Reynir að finna þarna Óli nær ekki Potti en hann að Pökkur falla yfir, æsing. Heiðar á móti Óla. Nei, Heiðar á móti Kára. Pökkur endar upp hjá Ingvari. Ingvar nær skotinu. Ekki mikill kraftur í því þó. Birkir. Finnur Heiðar. Heiðar neglir nú bara í hitthotnið þess með Birkir tilbúinn. Heiðar ennþá með hann. Snýr sig bara í skot. Skýtur hann beint í Kára sinns með. Pökkur endar svo hjá Kára þetta núna. Reynir að finna Styrmir, nærði ekki alveg. Styrmir með flotta press á Ingvar þarna þó. Birkir kemur hann djúpt, Kári eldir. Styrmir finnur Óla. Óli Óli að fræði sig í gegn. Hann getur alveg dansað með Pökkin, Óli. Óli tekið niður þarna. Atla. Fljótur upp þó. Róbert, kemst fram hjá Filip. Skautar samt í áttina að öllum Esseringunum. Fann þó Balta. Róbert. Gunnar. Toggi kemst hann inn á milli. Frábær sendingi fyrir Heiðar. Balta komur hann áfram. Pökkur hendur hjá Gulla. Gulli nær góðu triksi en kemst þó ekki alveg fram hjá Arnari.
Finnur Pítur sér reyndi að fara í viðstöðulaust skot. Jonathan kemur honum, nei, kemur honum ekki djúpt. Æsing rástaði segið Dúi. Herru, hvað er gákið hérna? Hvað gerast hér? Andri ítir hann í Axel eitthvað. Jonathan fljótur í hjálpa félaga sínum. Axel bara hlæra þessu. Hvað segir þessi röndóttu? Þessi er bara áfram gagn. Þetta er flott. Visti hans að byrjunum á þessu, en áfram gagn segir það bara. Ég nefnilega fannst SR ná að halda höfnum inn í svæðinu, en hann var dæmdur ángstaða. Pítur með hann, finnur næstu í Sölva þarna innan fyrir fram markið. Sem lúrið þetta Andri inn á kemur hann á fjárspökinni. Jóa. Jói reynir að fara á með þinn. Já, Við og við. Pítur tekur Jóa niður. Pítur alveg brjálaður, hann þarf að passa sig að fá ekki bara meira fyrir tuð og kjaft. Þessi er eitthvað mikið við því að missa Pítur í eitthvað meira en 2 mínútur. Petur var nú ekki sáttur með dóminn sem hann fekk í lotu 1. Kannski er það uppsafnaði pyrringur, ég veit það ekki. Tripping, segir Sindri. En eins og þú segir, hann þarf að passa sig. Já, þetta er bæði skipti sem hann hefur farið út. Það eru mikið kvartaði dómurunum. Það er leiðilt að mikið aðra 2 bara fyrir tuð. Markasti maðurinn í deildinni, þessu er ekkert við að missa hann mikið út af. Það var Unnar á móti Sölva. Spurningum gerist í þessari yfirtölu. Bæði lið fengu hörku færa á hann. Hann endar hjá Dóri einhvern veginn, Dóri tekur skoti, sjá Tokka, hann hoppa bara fyrir þetta en Pökkur endar á Balta sem nær góðu skoti. Jóhann, virkilega vel að verða þarna. Það þarf Axel að hendur hann bara út en hendur hann bara beint á Unnar. Hann náði að halda honum. Jóhann tegði sig fyrst í bökinu, náði ekki alveg. Náði hann fyrir annari tilraun, heppinn engin SA-maður á tilbúin hana. Virkilega vel varið á Jóhanni hana. Axel þarf svolítið að passa þetta, hann snýri sig bara við og neldi honum eitthvert. Fór beint yfir á, það var ekki Dóra. Sem var þá með frítt skot. Það er ekki komin út, Unnari með hann tekur bara skotið, vel var Jóhann. Jóhann er að hörku leik hérna, Róbert. Róbert stoppar hérna, finnur Ingvar. Ingvar finnur Unnar. Unnar leitar að sendingu, nei, leitar bara skotið. Þetta er beint í Bjarka hérna, Unnar. Róbert. SR-ingar að verjast virkilega vel. SR nær að halda honum inn í svæðinu. Þar kemur honum djúpt. Það er Róbert tilbúinn. Róbert með lafnlausa sendingu upp í slottið. SR-ingarnir fljótir að grípa þetta og hendur honum alla yfir. Bæði lið hendi skiptingu. 50 sekundur eftir yfirtölunni. Gunni skautar á stað. Ómar tilbúinn. Andri fær hann þó. Mestarinn með Heiðar og er komin inn fyrir Gunni. Beður í skot. Hann sá þetta allan tíman. Gunni aftur. Skilur nett fyrir Andra. Það skilur nett fyrir Jóa. Allir leikmenn lesa þá að snerta núna. Gunni, einn hérna, tekur skotið. Flottur Bjarki. Hoppar fyrir þetta. Mjög gaman að sjá leikmenn þegar þeir hoppa svona fyrir. Herru, og Jói með Thunder. Jói biður hann aftur. Petur kom inn á. Sendir yfir á Gunna sem finnur Haffa hinum meginn. Ekki frábær sendur, bögglaus. Birkir kemur nú bara djúpt en þar er engin SA-maður. Bjarki finnur Pítur sem er komin aftur inn á. Setur hann bara laust út fyrir, leyfir sínum mönnum að skipta. Heiðar gerir það sama, finnur svo Birkir hérna sem reynir að finna Unnar en gengur ekki, Pökkur endur á Hauki. Birkir yfir á Bjarka,
Unnar gerir vel að setja pressu hérna á S-ringana. Gert Unnar. Frábærlega gert hjá Unnari. Síðan hendur hann bara eitthvað þetta í Frábær vaskla hjá Jóhanni. Kemur honum alla leið yfir. Nei, Arnar fyrstur til. Arnar dansa þarna á móti Axeli. Getur eins hættuleg. Við sjá það oft. Langar sendingu hérna. Herðu það fer af. Felix dettur yfir til Balta. Filip gerir vel. Herðu, en svo sendur hann bara yfir. En það enginn nema Jói Leifs. Jói Leifs næstum búinn að finna Róbert þarna. Kemur hún djúpt, þar Jói snýr sér af Filip en þar Sölvi klár. Næstum búinn að finna Óla þarna. Jói gerir vel. Róbert með hann, reynir að finna Jói aftur en gengur ekki. Fyrir aftan hann. Róbert vendar í Óla þetta hinum megin. Sjáum að Filip lúrir hann á fjárstönginni. Kemst fram hjá Orra en ekki Hafa. Allir rólegir fyrir framan. Eftir hér á annari lótu, staðan 1-1, allt í játnum. Áramóti Heiðari Endarsson sem í afturlið þar sem að Dóri sem Arnar sem fyrsturinn. Nái Böggir, Styrmir. Tökur eftir á Kára, Kári getur skotið á, rétt framhjá. Þessi koma svo djúpt en það enginn nema Arnar sem leitar yfir á hinn kantið þess að Birkir Birkir kemst ekki framhjá Jonathan. Það þó ágætari tækling á hann, tökur eftir á Una. Skýtur bara í veist á Arnarmann. Birkir hérna fyrir aftamarkið, reynda komunum fyrir. Tekur blinda sendingu gegnum allt slottið og alveg út hinum megin. Dóri, flott pressi á Styrma hérna. Dóri finnur Andra Sverris sem kemur nú bara djúpt. Jóhann tilbúinn, stokkapökki. Bara Kári. Skautar fram með Orm. Tekur svo bara blinda sendingu fyrir Styrmi, næstum bara ná hann hérna. Ormur í smá bastli hérna. Ágúst kemur hann út. Þannig yfir að Tokki með frábæra sendingarna yfir á Gulla. Gulli nær ekki taka við hann alveg fullkomlega að fá. Tökur endar hérna hjá Andra Skúla. Neglum yfir Andra Sverris sem kemur hann djúpt. Skiptingu. Jonathan rólur, framta Seidmar. Nú er það Tokka. Finnur Gulla sem reynir bara að speikla hann djúpt. Peter kemur í pressuna. Kemur hann út. Herðu það pökkurinn endur einhvern einni á Róberti. Róbert reynir eitthvað tricks hérna. Finnur síðan Atla. Sjá Róbert þarna einhvern veginn. Dansson á að setja einhverja bakhætti sendingu yfir Atla. Vel gert Róbert. Ótrúlega stundum á Róbert, hvernig hann nær þessum tricksum sínum. Hann virðist bara að koma sér einhver vandræði en nær einhvern veginn að redda málunum. Já, maður heldur hann sé löngu búinn að missa vald á pekkinum en einhvern veginn nær hann þessu. Það var Jói á móti Sölva. Einhvern endar hérna bláði á Gunna. Gunni kemur hann bara djúpt. Jói tilbúinn. Nær ekki sendingunni fyrir. En þá meðan þá kemur hann bara Gunna. Gunni finnur Orra hinum megin. Orri kemur hann bara aftur djúpt. Einhvern endar sig á Gunna hérna. Kemur honum á markinu. Jóhann tilbúinn. Jóhann Björgvin. Fljótur að grípa þennan. Rúmlega 2 mínútur eftir af annarri lotu. Staðan þá 1-1. Þessar menn skipta líka.
Unnar á móti Kára. Já, Phillips gerir vel að snúa þarna. Meikmannes af sér. Kemur svo reynir langa sendingur Óla en SMN komast inn á milli. Pökkun endar hjá Róberti. Kemur hann fyrir í Basta! Vittur við, þetta? Róbert setur hann bara á markið. Jóhann Veran í Basta og inn. Þetta er bara laus skot frá Róberti á markið. En Jóhann Veran einhvern svona upp í lofti í Basta og inn. Verðum að fá að sjá þetta aftur. Já, mér sýndist mér þess að þetta kom eiginlega upp úr engu. Kári eitthvað ræði við dómarana hérna. Sjáum þetta hér. Róbert fær hann hérna. Hann bara svona skilur að ná markið. Jóhann, er þetta ekki rétt um mér? Jóhann Veran bara í Basta og inn. Hann ætlar bara svona speglunum niður í horni eitthvað. Jóhann veitur og ekki að Basta hægra megin vissi, eða vinstra megin vissi. Speglunum í Bastaðinn, algjör óhefni á Jóhanni. Jóhann er búinn að eiga frábæra leik. Hann er búinn að vera magnaður hérna í dag eins og alla seríuna. Frábær markmaður. En Ána Gag, staðan 2-1. Essa vinnur fyrst og við hérna. Pökkun endar hjá Affa. Kemur hann bara djúpt. Heiðar með hann djúpt fyrir Essinga. Kemur hann yfir á Togga. Sem finnur Bjarka. Má basli á Essingum að komast út fyrir. Pökkun endar hjá Jóa. En Jói missir hann af Gulli. Flottur Gulli, kemur hann bara djúpt. Beint í hendurnar á Jakobi þó sem ákveður bara að frysta þar sem Pétur var á siglingunni þarna. Eða Styrmir, Pétur, sorry. Bræður, helviti líkir. Fyrsta lína hjá Æsþæringum komnir inn á mínúta eftir á lotunni. Tekur þetta beint á Axel. Langaði að fara beint í skotið. Balti næstum búinn að ræna honum. Sölvi með Pítur! Frábært spil! Já! Það var spil! Axel yfir á Sölva, Sölvi yfir á Pítur og Pítur einn í slottinu, alveg frýr. Forust að Essa var það ekki lengi. Vá, litla spilið! Þetta var bara tic-tac-toe. Fáum að sjá þetta aftur. Axel næsti búinn að missa hérna. Finnur Sölva, Sölvi yfir Pítur, bang! Þú leifir Pítur ekki þennan tíma í slottinu að vera svona frýr. Markasti maður deildarinnar. Aftur er orðið 9. 2-2 mínúti eftir annar lotu. Pítur getur skotið. Axel reynir að finna Filip hana. Virki kost á milli, Filip kemur hann djúpt. Þessi er ekkert pressa djúpt hérna. Virki leiðist bara til að henda honum eitthvað út fyrir. Felix yfir á Sölva. Spila sín á milli hérna. Þessi er ekkert djúpt. 20 sekundur. Það hendur í eina sókn. Við sjáum hérna að Alec, Axel og Pítur eru bara að bíða á blálínu. Það er að vera cherrypicka núna hérna. 11 sekundur, 10 sekundur. Það er að reyna að ná einu lúmsku greinlega. Eða það er bara að bíða þarna. Já, það var bara að bíða þarna. Já, lotan klárast. Það var lítið búið að gerast markalega síðast að leik lotu nema svo bara rétt eitthvað 2 mínútur eftir að koma 2 mörk. En staðan er ennþá 2-2, frábæra leikur. Förum núna í cirka korterspásu og komum aftur með 3. lotu. Segjum það.
Þriðja lót alveg að fara að byrja. Staðan er 2-2. Ef það verður enda jafntefli þá er bara framlenging og svo vító ef við þurfum þess. Sjáum að svellið er smá blautt. Það verður aðeins að sópa vatni til hérna. Þú er búinn að skila Jóa skúrikagræðinni. Hann hljótu ekki að fara að byrja þetta. Þriðja lóta að fara að hefjast. Svei mér þá, þetta geta endað í framlengingu. Og jafnvel vítakeppni allt í járnum. Óli er alltaf komin á miðjupunktinn. Markadómarar klárir. Jói á móti Sölva. Þurfum að byrja þetta. Jói tökur það. Yfir á Haffa sem kemur nú bara djúpt. Jói Filip reynir hérna langa sendingu á Peter. Það er því ekki enda reynsing. Jói á móti Sölva. Peter kemst hann inn á milli og kemur hann alla leið yfir. Orri er þar fyrstur. Bara alla leið yfir á Jóhann Björgvin. Skilur hann eftir fyrir Tokka. Tokki með erfiða sendingu yfir á Óla en það sleppur í Óla. Uni. Tökur bara skotið, Jói missir hann hana. Enginn er saman tilbúinn þó, þannig að Filip skautar alla leið, kemur hann djúpt. Stimminn nær honum, fjallan henn á milli. Sölvi lúrði hann fyrir framan markið. Ingvar. Hún er á Atla. Sem snýr þarna, stimma af sér. Uni. Tippar honum út, þar er Balti klár. Balta mútið Bjarka. Bjarki, virkilega vel gert Bjarki. Stoppar Balta þarna. Bökkurinn er þá ennþá inn í sókn eins og þessa. Nei, Kári! Kári! Einn nær. Það er ekki almennilegu skoti þarna. En Kári er búinn að vera sjóðandi heitur í þessu úrslitakeppni. Það má ekki gefa honum of mikinn tíma. Arnar yfir á Birgir. Birgir fer bara í skotið. Markus er fyrir því. Birgir kemur hann upp á Dóra. Dóri með skot og langt framhjá. Barðaðinn upp í ramman. Við verðum að sjá hvað er að gerast hérna. Þetta er enda þau á Markus sem kemur hann niður á Kára. Jonathan. Gulli. Þessari komast hérna á milli, Andri Sverris kemur hann bara ekki nógu djúpt og Markus grípur hann. Finnur Sölva þarna, svo næst snertingunni, engin æsing. Dóri fær menn í sig, kemur hann bara, sendir hann eitthvert en Pökun endur á Jóa sem kemur hann á Haffa. Haffi reynir að finna andra þarna, nær ekki Jóhann Björgu við hann og það ber Andri aðeins í Jóhann en Estringarnir takla Haffa samt. Áfram segir vallaþulurinn, dómararnir líka. Jói mútið Sölva. Jafntefli þar en hver er fyrstur inn í þetta? Filip. Tippar hann bara alla lifir, æsing býst við. Já.
Núna þegar það er æsing þá fær sóknarlið að velja hvorum meginn þeir vilja hafa uppkastið. Jói, sendirinn á SA, vill hafa það vinstra meginn. Jói á móti Sölva. Sölvi tekur það. Felix fyrstur, kemur Filip. Hefur Axel Sel, Pítur hérna. Pítur á móti Gunna. Vel gert hjá Gunna, trufla Pítur hérna. Flott uppspil hjá SR-ingum þó. Okkar vendar henni Orra. Gunna aftur yfir Orra. Pítur einn eitthvað að brasa stíðin hérna. Jói. Fyrir Gunna hérna. Gunni stöðvar á bláu, kemur hann út djúpt. Pítur kemur hann út úr svæðinu. Er þetta ekki 6 á ís? Nei, það sendu SR-ingar frá beint í 8 bekknum sínum. Róbert þarna vildi fá pökkin, ekki sáttur. Halli reynir að finna Róbert. Róbert nær ekki snertingu en ekkert æsing, segir dómararnir. Flott pressa hjá Balta. Styrmir, finnur Óla sem þvælir og fyrir skot. Rétt fram hjá hann Óla Virkjær. Unnar náða truflan hana. Endar svo hérna hjá Unnari, vel gert Kári. Gulli nær honum hérna. Sækir að markinu. Reynir einhvern snúning. Þarna lúrði Óli fyrir framann, en náði bara ekki til hans. Unnar bara tippar hann út en einhvern veginn endar hann hjá Balta. Balti þó 1-3 en SM-menn skipta. Bjarki verst vel. Bjarki er búinn að vera mjög góður. Hérna, já. Það er dómur eða ekki? Fá þér 6 á ís. Já. Get ekki séð betur, já. Þarna er SM-maður á leiðin í skiptingu en hann sem hann er að skipta við hoppar inn á og snertir pökkinn áður en að maðurinn fyrir út af. Þannig að hann er kominn í spilið. Þetta var klaufalegt hjá heimamönnum, það var nú ekkert að gerast. Menn eiga að hafa cirka ósýnilegan 1,5 metra til þess að skipta en þú mátt samt ekkert snerta pökkinn fyrir að þinn maðurinn er farin út af svo að skipta við. Þetta er liðsdómur, þannig að það er bara einhver sem var inn á sem þarf að fara í bóksið. Birkir tekur þetta að sér. Þá var það annað powerplay SR-inga. Þetta er klaufalegt í svo mikilvægum leik að fá svona liðsdóm á sig. En sjáum við Orri grimmur þarna við Pítur. Pítur ekki glaður. Þeir láta gefa Pítur ekki tommu. Það reynir Una að koma honum út en Axel grípur hann bara. Heldur hann minni. Núna hefur Jói nægan tíma til að negla honum alltaf yfir. Gerir það. Nær að létta pressunni. Þessa hendur í skiptingu. Já. Það var Filip fyrir SR-inga. Skauta með hann upp. Komið fram með fyrsta. Finnur Pítur. Pítur fer hérna fram hjá Dóra. Þá er Orri aftur kominn í hann. Orri allar ekki að gefa hann neitt séns. Pítur hann að öskra róla, ekki sáttu við þessa framkomi sem Orri er ekki veit honum hérna. Axel. Hún skýtur hérna í Unnar sínum mér. Bökkurinn laus fyrir frá markið, þetta er Orri. Orri hlýtur hann þreyttur, kemur hann brottal yfir. Pítur ennþá að öskra eitthvað á Óla dómara. Filip. Róar dans niður fyrir SR-inga. Skynsamur. Pítur. Kári. Pítur aftur. Kemur hann mér Filip sem vill skjóta, gerir það. Jakob Verb. SR-inga halda bekkinum, nei, kom hann bara beint yfir á Dóra sem neglir hann alltaf yfir. 25 sekundur eftir að powerplayinu. Toggi fyrir SR. Hann ætlar að fara alla leið. Gerir það. Tekur bara skotið. Flott skot sem að Jakob var í smá basli að verja þetta. Það gerir vel að halda honum. Flott skot til Togga þarna. 16 sekundur eftir að powerplayinu. Sextán sekundur eftir að dómi SA.
Heiðar á móti Óla. Dúi skipar mönnum að standa rétt á stað. Óli tekur þetta, Pökkun endar hjá Bjarka. Toggi með flott skot. Vel varið á Jakobi. Þarna reynir Bjarka komin niður í horn. Herði ekki, Pökkun fer út fyrir. Þá powerplayið á enda. Liðin spila 5-5. Heiðar tekur skotið. Jakob ver þetta beint um slottið. Næstir ekki að halda honum. Essa í vandræðum með að losa úr sínu svæði. Það gerir Atli vel. Heiðar finnur síðan Birkir hérna. Flott sending. Flott varsla hjá Bjarki. Duglegur að skjóta tilbaka þarna. Það er að trufla Birkir nú. Sem fyrir Bjarki búinn að vera svakalega öflugur í vörninni hjá SR. Alltaf eitthvað svo rólegur og yfirvegaður í öllu sem hann gerir. Bjarki mjög duglegur á. Það er Jói á móti Sölva. Pökkun endar hjá Andra hérna fyrir afturmarkið. Kemur hann yfir á Gunna sem kemur niður. Hvað gerir Gunni? Tekur bara skotið en Jóhann löngu komið niður. Peter hendir honum allalega yfir. Æsing. Jói á móti Sölva. Sölvi tekur það niður á Felix. Felix sendi eitthvað ragur við að senda hann, Andri tekur hann bara á honum. Andri kemur hann niður á Jóa, svo fast sending. Sölvi fljótur að grípa Pökkinn hann á. Axel kemur honum út fyrir. Orrið hann í smá basli. Peter reynir að finna Sölva aftur þarna. Pökkinn endur á Axel. Tekur bara skotið. Lendur á Peter. Það er ekki góðu skoti. Andri með Pökkinn. Kemur honum djúpt. Hann eldir ennþá Andri. Pökkinn er með hjá Filip. Sem sendur á Kára. Unnar fljótur að mæti hann. Þessi líka að spila vel á þessu. Filip er rólegur hérna. Kemur mikið pressa frá Róbertó. Unnar fer hérna á milli, er alltaf 5. Hvað gerir Unnar? Nær skotinu. Flott markvarsla hjá Jóhanni. Unnar náði að dansa hérna á milli, er alltaf. Atli Dennarsson kemur hann með Ingvar. Ingvar reynir að ná honum djúpt. Róbert pressar. Filip finnur hérna Kára sem speiklar honum niður. Pökkun fer þá upp í þak og aftur niður. En það er þá bara face-off. Miðjunni segir Sindri. Sænir komið 2 pekki, farin bara 1. Heiðar á móti Heiðari. Heiðar tekur það. Arnar neglir hún bara niður. Jóhann fljótur úr markinu. Jonathan sendir bara Una. Unni fyrir bakum markið. Tekur skotið sjálfur. Neglir hann í Heiðar. Essa menn ná ekki að halda pekkinum inni. Arnar dansar hérna fram með það möllum. Reynir að finna Birkir. Virkilega vel varist hjá Markus þarna. Og Unni dundraði þarna í samherja. Já. Það er rangstæðið ekki. Unnið alltaf að negla honum bara niður en Arnar var ennþá inni í svæðinu og fekk hann í sig, þannig að það er rangstæða. Lægja bara þessi félagarnir. Skilar Sæmi upp af pekkinum. Ekkert að gera með tók. Jói á móti Sölva. Sölvi hefur það. Endur á Hauki. Axel. Það er ekki alveg að taka við honum með sem hendur hann bara djúpt. Haukur. Andri í pressuna hann. Haukur leysir vel á þessu.
Hann næri ekki alveg ráð við 2 þó. Affi tekur hann, kemur að Gunna með láðlaus skot niður. Bökkurinn endur hjá Jóa en Pítur bara leti kilvinu og hendur hann út. Og SR ná að hendi skiptingu. 10 mínútur eftir. Æsir líklegast. Jói náði ekki að snerta hann þarna. Jói á móti Óla. Bökkurinn endar henni hjá Felix sem kemur hann bara djúpt. Veit, fór hann í milli Klúð og Jóa og Óli var næstum búinn að fá hann bara einn í slottinu. Það gekk þó ekki alveg upp. Bökkurinn endar henni á Gunna sem kemur hann bara djúpt. Ánar Essa að skipta. Óli Fresser finnur hérna frábæra settinga á Stimma, menn það er ekki alveg að taka við honum. Bökkurinn endar það hjá Róberti sem brunar upp hinum meginn. Hann nær sendingunni fyrir það, bara ekki rauður tilbúinn. Bökkurinn endar hjá Ingvar á bláu sem tekur skot beint í Stimma. Finnur svo Atla hérna hinum meginn sem neyðist bara til að negla hann djúpt. Hann er tekinn beint í andlitið. Það er dómur. Hendinni komin upp. Beint við bekkinu, Estrikum, þeir eru alveg brjálaðir. Þetta lítur ekki vel út. Atli fær strax hér góða aðhrifningu. Á leikinu í vetur þá er búið að vera starfrækt heilbrigðisteymi hér í Skautahöllinni. Það er mætt á svæðið. Sáum það líka að maðurinn á bekknum hjá SR hoppaði strax inn á hann, þannig að það segir okkur það að hann ekki alveg lítist á þetta. Það er blóðpollur á svellinu. Það má ekki spila með blóðpoll á svellinu, það þarf að þrífa þetta og höldum áfram. Það er búið að setja styrmir í boxi, en dómararnir eru samt eitthvað að ræða saman. Þannig að það er spurning hvort að það verði eitthvað meira en 2 mínútur. Ari mættur með skóflu. Réttir Sæma vegfarinn. Sæmi fyrir að skafa þetta. Blóðið á svellinu. Dómartríóið er þá ennþá að ræða saman. Fyrirliða beggja liða tilbúnir að heyra úrskurðinn. Eitthvað líklegt að þeir gefi Styrmir eitthvað meira fyrst þeir að taka svona langa tími að ræða þetta. Greiði Sæmi var ekkert að vera með þessu fundi, hann þarf að vinna með að þrífa svelli. Ari mættur til að hjálpa honum. Dómararnir hafa komist lengur í niðurstöðu. Já. Ég sé að þetta séu bara 2 mínútur. Ording, ekki. Það var þetta 4. powerplay SA-manna. SR er búinn að vera í bóksinni núna í, þetta er 4. refsi skipti sig þeir fara í bóksið. Á móti bara 2 hinum megin. Sjáum við líka
Fyrsta powerplay-lína SA eru allir inn á. Þeir eru að klára að þrífa svelli þarna. Allir ennþá að fá aðlýningu á bekk SA. Við vorum að sjálfsögðu allt sé ekki góð við hann. Bekkur SA er hann eitthvað að tala við Sindra dómara. Fyrir mikið fyrir hann að Sindri klár. Og hann segir let's go. Og við verðum að byrja þetta aftur. Það er bara 10 mínútur eftir. Bekkurinn endur uppi á Gunna. Gunnur Andra spila því aðeins sína milliðna núna, SA-menn. Veit að einhver góður skoti, Haffi hótar fyrir skotið, Pökkurinn lausnir frá marki, Andri fyrstur að hugsa. Frábærlega var hérna hjá Bjarka, hvað er hann að... Hann vil meina að Pökkurinn hafi farið út af, þar Andri skýtur í Bjarka þarna, hann hafi farið í netið fyrir ofan glirið þarna og dottið aftur inn á. Þannig að það er bara uppkast. Sjá Bjarka þarna hoppa bara fyrir skotið. Fórnar sér í allt. Þetta er maður sem vill þetta. Jói vinnur hann upp. En Sindri segir þetta hefur ólulegt uppkast. Þar sem að líklegast Andri Mika hefur fljótur á stað. Það er 2 mínútur í bóksi, þetta gerist tvisvar í röð, þannig að SA-menn þurfa að haga sér. Pökkurinn endur á Gunna. Andri reynir þarna sendingu niður en hann speglast í ramman og Jóhann hristir Pökkinn. Jói á móti Sölva. Sölvi tekur það. Andri pressar Andri nær þá að trufla Bjarka þarna eitthvað. Pökkurinn endur á Gunna på bláu. Gunni finnur Jóa. Skilar hann bara aftur til Gunna. Spila sín á milli hérna, SA-menn núna. Gunni hótar vonsamennunum. Fer þó í skotið en... Sem fyrr Jóhann vel á verði. Jóhann sér þetta allan tíman, unnir ekki nóg mikið fyrir, þannig að hann sér þetta tíman og bara skildi varsla fyrir Jóhann. Það skautar Atli sem fékk einhvern skurð á nefið sýnist mér, skautar inn í búningsklefa. Áframeldur leikurinn, Gunni finnur hérna Andra hinum meginn, en þarf að fara í skautunum. Jói fer á vinstri, skot! Unni hérna einn frá marki, kemur hann upp á Gunna. Rétt tæp mínúta eftir að yfirtölunni. Fint spil hérna á SA-menn núna. Herru, hann endar óvart hann hjá Haffa. Herru, Fílip bara kýlir Haffa í andlitið. Ekkert á það. Haffi ekki sáttur. Kári pressar vel. Enda 30 sekundur eftir að powerplayinu. Jói með Pökkinn. Mér sýnist allir hans félagar að skipta, þannig að Jói þarf eitthvað að dansa hann inn. Lægir á þessu núna. Nei. Kemst þarna fram með fyrsta en nær ekki skotinu, Jói. Jói brunnar núna í skiptingu. Haukur kemur alla yfir. Styttist því að Styrmir fara að koma inn á. Þar fer þetta leið þessa. Tekur bara skotið langt yfir. Þetta er hættulegt að skýta svo langt yfir. Hann fer bara út af hinum meginn. Út af svæðinu hinum meginn. Við erum 5-5 núna. Dóri. Reynir að koma nú djúpt.
Sölvi með pökkinn. Styrmir, Finnur Heiðar. Aftur og Styrmir. Kemst fram með Orra. En missir hann aðeins langt frá sér hérna. Orri með pökkinn. Bjarki. Sölvi. Sölvi fer hérna millir allra. Nefnir hann bara blint hínum með það sem Bjarki tilbúinn. Endur á Togga sem á fínasta skot. Beint í Orra þá. Birkir. 1-3. Vinnur rauð og kemur hún bara djúpt. Essamenn fara í skiptingu. Bjarki. Vinnur Kára. Kemur honum djúpt. Jakob klár. Hættuleg sending á Andra. Styrmir á næstu konunum á milli. Styrmir núna aftur. Andri setur pressu á Togga. Haffi nær að trufla Togga hana. Sem fyrr gerir Bjarki vel og truflar Haffa. Haffi einhvern veginn er að hoppa hana fyrir og næst í að finna unnar hana en Óli kemst inn á milli. Vel gert hjá Óla. Tökur endur á Ingvari sem finnur Balta. Já. Balti dansar hana fram hjá Bjarka. Nær skotinu. Jóhann við hann beint upp í slótið en hans varnarmenn fljótur að hugsa á koma pekkinn út fyrir. Felix tekur skotið, beint í Jakob. 5,5 mínútur eftir. Það er ekki hægt að segja hvort liðið er sterkara, bara bæði liðið mikið í sókn. Þetta er bara járn í járn, stál í stál. Sáum þarna að Mílo setur fyrstu línu sinni inn á, þannig að Rikki kallar sína menn tilbaka og setur sína fyrstu línu inn á. Heimaliðið má eiga að setja skiptinguna. Jói á móti Sölva. Það endar hjá Peter. Orri missir kilvuna. Það endar hjá Philips, kemur hún bara djúpt. Hættulegt. Axel með hann. Dansar aðeins með hann hérna. Kemst fram hjá Unnari með Herkjumsson, en þá var Hafti klár. Filip kemur honum djúpt, en of djúpt, enda bara Unna sem kemur honum út. Axel, hefur Filip. Filip fyrir létt fram með Gunna þarna. Dóri, truflar Filip eitthvað, ekki í honum hérna, tekur hann niður. Dómur. Jóhann kominn út af, Peter, Filip, tekur skotið. Halldór að fá dóm. Halldór að fá dóm hérna. Þeirra 4,5 mínútur eftir. Þriðja powerplay SR-inga. Og Mílos er að taka leikhlé. Gulli tækifæri fyrir SR-inga að komast yfir núna. Powerplay, 4,5 mínútur eftir. Leikurinn er jafnur. Minnstu mistök skipt mjög miklu máli. Þannig að Mílos er að teikna eitthvað upp fyrir sína stráka. Hvernig er það að gera það? Eftir á leiknum, staðan 2-2. SR í yfirtölu næstu 2 mínútur.
Þess að menna passa Axel hana í baktorinu. Þeir munu leita honum. Skilur hann eftir fyrir Sölva, svo finnur Peter. Kári neglir hann bara Flott niður. skot þarna hjá S-eringum. En Gunni kemst inn í og neglir yfir. Jóhann fljótur að hugsa, ætlar að koma honum upp en yfir Axel bara að sækja hann. Axel fer þá á stað. Fer fram hjá þeim öllum hérna, snýr svo við, finnur Kára innan hinum meginn. Það var flott hjá Axel og Kári! Kári var komið fram í orðan, það nær bara ekki skotinu. Kilvan sveik hann aðeins. Filip. Finnur Axel. Langaði skotið, hitt ekki. Unni kemst hann inn á milli, gefur hann alltaf lifir. 2 skot í röð sem S-eringar bara hitt ekki pökkinn. Axel. Næsti búinn að vinna frábæra sendingu á Heiðar hana. Heiðar lúrði þarna fjær. Axel er að finna hann. Filip finnur Axel hérna með. Finnur aftur Peter. Erfið sending þó. Orri trufla Peter aðeins en gerir nóg. Kipur hún yfir og Unnar sem snýr sér við og kipur hún ekki út. Og þá er Filip 1 og hann skorar! 3-0 eftir. Þannig að tekur Unnar einhver snúningsreinsun sem fer bara beint á Peter. Peter finnur Filip sem var með auðan sjó fyrir fram að sig. Klárar það sjálfsögðu. Er það 3 mínútur hvað? 3 mínútur eftir. 3-0. SR að taka fórustuna. Sjáum þetta eftir hérna. Peter finnur bara Filip. Hann með nægan tíma til að velja hvað hann vil skjóta. Finnur tók corner. Hann var hreinlega bara með valkvíða hvað hann ætti að setja hann. Gerir virkilega vel. Staðan heldur betur orðin vannleg fyrir S-eringa. Stúkan aldrei svögnuð. Haffi, finnur Jóa. Jói reynir eitthvað að dansa þarna en Bjarki búinn að vera hörkutöflur í þessu leik. Jói nær þó að dansa eitthvað áfram með hann. Finnur. Hvern Ormand uppi sem að tekur vonframir en hittir ekki. Hvern endar hjá Bjarka. Reynir að koma honum út en Ormand heldur honum inni. Þetta endur á Jóa en hann tekur glóruleysa sending upp í teg. Það endur á Togga. Toggi skilur hann bara, ripar hann bara eitthvað. S-eringar fara í skiptingu, ásatt S-mönnum. Gunni skilur hann til Róbert. Alveg nægilega góð sending þó. Róbert gerir þó vel úr þessu, heldur pekkinu. Það er Róbert. Tekur skotting út af haki, farið í stöngina. Rosa þröngt þó, færið, Balti. Tekur endar á Ingvari sem tekur skotið líka. Unnar reyndi hann að speglunum. Mikil skotri í S-mönnum að það núna. Arnar. Finnur Basta. En Óli gerir vel. Gubba Basta þarna. Ingvar tekur skotið. Arnar tekur skotið. Fór hann ekki þannig í netið? Nei, jú. 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 Fór í netið. Hann fór í netið. 1:38 eftir. Tekur Rikki leikli. Eitthvað þarf Rikki að teikna upp núna. Heldur betur. Tekur öllum líkundum í Jakobum markinu þegar tækifæri gefst. Er bikarinn að fara aftur suður. Eða að fá að sjá einhverja töfra hérna. Heldur betur búið að vakna við stuðningsmönnum beggja liða. Ein 38, gott fólk. Fyrsta lína hjá SR komin inn á. Fyrsta lína hjá SR komin inn á. Jú, það er búið að taka Jakobum markinu.
Þar með SA heldur betur að vinna þetta uppkast. Hér að það, Bökkur fyrir upp til Gunna. Gunni gefur hann djúpt á Haffa. Haffi finnur Unnar. Aftur á Haffa. Jói fer í skotið, skýtur beint í Sölva. Bökkur hendur á Axel. Það er dómur. Það er dómur. Haffi ber þarna eða eitthvað í Axel og fær eitthvað fyrir það. Ég sá ekki hver það var sem fór þarna niður hjá SR. Veit ekki alveg hvað gerðist þarna. Ég var bara að horfa á Axel. Sama hér sem virtist vera að koma í gegn. Sölvi liggur þarna en er staðinn upp. Sá ekki nægilega vel hvað gerðist en mér sýndist bara Haffi reyna að lyfta upp kylfinu þarna. En þeir flautuðu strax. Greinilega vissir í sinni sögdómararnir. Samt þurfum við að funda þetta. Þeir breyta þessu líklegast ekki núna. Það verða líklegast 5 S-eringar móti 4 S-amönnum. Nú verða heimamenn að taka einhverja sénsa. Reyna að galdra eitthvað fram. Staðan heldur betur vænleg fyrir ríkjandi meistara. Þetta er Ágúst að fara í bóksið. Það fikk 2+10. Pappa var í rauninni einhver sitt í bóksinu. Ekki alveg ennþá hvað Haffi fekk, en það sem breytir því ekki. Það verður 5-4. SA eru einu færri en þeir þurfa markið. Það er Jói á móti Sölva. Sölva undir markinu. Róbert gerir vel og stelur pekkinum á honum. Brunar svo hérna upp. Reynir sendinguna nær en ekki. Það er dómur. Það er dómur. Það er Filip sem er að fá dóm. Já, ég get ekki séð betur. Filip ætlar að halda spennun í þessu. Mínúta eftir er verið á 4-4. SA þarf ennþá markið en SA tekur Jakob markinu þannig að verða 5-4. Smá líflína hér fyrir heimamenn. Tæp mínúta eftir, 58,5 sekúnda. Þetta er fyrir eins, hann er rauninni tækla bara mannin sem er ekki með pökkin. Þeir spila 5-4 af það sem að engin markmaður er markið SA. Jói, Sölva. Þessi er rétt framhjá. Þetta er icing. Þeir eru í rauninni að spila jafn margir þannig að hann má ekkert bara negla honum yfir.
Þó þeir séu 5-4 á vantar markmann í mark SA, þannig að þeir eru í rauninni jafn margir og þar alveg endur Æsing. Jóhann, Sölva, Uni nær skotinu, Jóhann við hæl á verði, Jóhann upp á Gunna. Þeir þvælast fyrir hvor öðrum þarna samherjarnir. Jó, Sölvi ótrúlega náði ekki að vera fyrstur þarna, Jói náði að vera fyrstur, Jói kom aftur inn fyrir. Ekkert segja dómarinnir, Jói fjall þarna. Gunnin er að halda þess á lífi, Balti, finnur Unnar. Það er ekki skotin Axel að fara fyrir. 20 sekundur, Unnar. Það er komið til svæðinu SA-menn. Unnar tekur skotið beint í Bjarka, hann lendir fyrir. Þetta er Fjarur. Æsir ekki að koma allar lifir, það er Æsing. Axel ætlar ekkert út af, hann bað bara vatn. Hann ætlar að klára þetta. 10 sekundur eftir. Loka tækifæri fyrir heimamenn til þess að knýja hérna fram framlengingu. Annars er bikarinn á leið suður aftur. Uni á móti Kára. Uni reyndi bara skotið þarna. Hafðist ekki. Hökkurinn fyrir allar lifir, aftur Æsing. 4 sekundur eftir. Fjórar eftir. Stefnir allt í það að ríkjandi meistarar sé að fara að verja titilinn. Jói á móti Kára. Jói vinnur hann upp. Kári finnur Unnar. Spiklar hann frá bolta. Og þetta er búið! Þetta er búið! Skautafélag Reykjavíkur, Íslandsmeistarar 2024. Þeir verja titilinn. Glæsilega gert hjá þeim. Eftir frábæran leik hérna sem endar, þó það hafði ekki verið mörg, 5 marka leikur, 2-3. Það er æsispennandi alveg fram í endan. Það er gjarnan sagt í íþróttum að það sé eitt að vinna titil, annað að verja hann. Skautafélag Reykjavíkur gerir hvoru tveggja virkilega verðskuldað. SR til hamingju, Íslandsmeistarar 2024. Sagan frá því fyrra að endurtaka sig. Já, heldur betur. SA verða deildarmeistarar en SR verða Íslandsmeistarar á heimavelli SA, 2 ár í röð. Einn af liðsstjórum SR, Olgeir Olgeirsson, hann er staddur á Spáni að fagna stórafmæli. Við sendum honum bestu kveðjur. Hann er væntanlega kampakátur á Spáni núna. Innilega til hamingju með titilinn og afmælið, Olli. Sonur hans er einmitt í liðinu. Hér þakka liðin hvort öðru fyrir frábæra úrslitakeppni. Já, í rauninni bara frábært tímabil. Þetta er svona í úrslitakeppni, það er ekki fyrir en að úrslitin eru ráðin sem að liðin þakka fyrir. Gaman er mitt að segja frá því að ég held að þessi fyrsta skipti sem að bæði kvennabikarinn og karlabikarinn endar í Reykjavík. Það er spurning hvort það sé að fæðast ný hefð. Þetta sýnir bara að
Þetta er jafnara, þetta verður alltaf jafnara og jafnara. Gríðarleg gróska í íslensku hokki. Viðar Garðarsson, framkvæmdastjóri IHÍ og Helgi Páll Þórisson, formaður IHÍ. Þeir munu sjá velunarðinguna. Kári Vallaþulur að kynna til leiks Viðar Garðarsson, framkvæmdastjóri IHÍ og Helga Páll Þórisson, formann IHÍ, sem munu hér veita Íslandsbikarinn. Nú eru þeir alveg búin að ganga línuna, þakka SA-liðinu að fara þær öllu líkindum og ná í gullmedalíurnar. Hengið þá á hálsinn hjá SR-mönnunum. Það oft sagt að góðu liti taka tíma. Leikmenn SR að fá gullmedalíuna. Við bíðum svo eftir því að bikarinn fara á loft. En sagan á það til að endurtaka sig og þessi sería, hún spilaðist nákvæmlega eins og serían í fyrra. Það er að segja að SR vann fyrsta leik, þá SA. Ja, allir leikir sigrast á útivelli. Er það rétt? Nei, þau Það var þannig í fyrra held ég, ef ég man rétt, þá sigruðust allir leikir á útivelli. SR vann svolítið merkilegt. SR vann 2 leiki á útivelli. Er það ekki? En aftur fer þetta í 5 leiki og SR vinnur á útivelli. Sýnist mér nú allir að vera alveg að koma með þessa medalíu á sig. Estringarnir hljóta að fara með að lyfta þessu bikar. Vittir alltaf komið með bikarinn í hendina. Fer væntanlega að kalla á Kára, fyrirliða SR.
Þarna Vilhelm Viddi og Helgi var myndað sér með Kára. Ánum fær að lyfta byggarnum. Gjörðu svo vel, segir Helgi. Byggarinn á loft. Skautafélag Reykjavíkur, Íslandsmeistari 2024. Annað árið í röð. Til hamingju SR. Þetta var verðskuldað, glæsilega gert hjá SR-ingum. Fagnaðir með fjölda fólks sem koma sunnan að fylgjast með sínum mönnum. Fengur frábæran stuðning hér í dag. Við förum að segja þetta gott. Eiríkur Þórðarsson stýrði útsendingu, Gauti Þór Gretarsson var á myndavélinni og við Hilmar Leifsson þökkum kærlega fyrir okkur. Við segjum bara gleðilega páska og verið þið sæl. Takk, takk.